Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða núna hitamál í samfélaginu sem strandandi. Það frumvarp lagareldi liggur inn á þingi og þar ýmis ákvæði sem að stinga fólk í augun af ýmsum ástæðum. Hún hingað komin hún Þorgerður María Þorbjarnardóttir sem formaður Landverndar. Velkomin. Takk fyrir. Það þetta náttúruverndarmál. Þetta líka mál nýtingu auðlinda. Já. Sem við eigum sameiginlega eða ekki. Og þessi mál eru svona stundur finnst manni að umræðan það hvernig við eigum að nýta auðlindir okkar í svona sáttu samfélag. Já. Náttúruna og framtíðina. Sé alveg furðarlega óþroskuð umræða á Íslandi með hvað mikil með að vera orð verið sögð að við erum á frumstigi til dæmis í þessu máli þar sem við erum búin að vera til dæmis að ræða kvótamálið í rúm 30 ár og allt í einu kemur þarna tillaga að veita eiginlega kvóta. Já, það náttúrulega fáránlegt í rauninni að þetta sé á frumstigi vegna þess að það eru komnar kvíar út allt og þær eru þá þar að leiðandi bara með lélegt og veikt regluverk utan sig. Þannig að við erum svona alltaf föst í að bræðast alltaf við og hefum gert það oft Íslendingar. Við föttum svona kannski svolítið eftir að við séum farin komin aðeins fram úr okkur og það svona brussugangur í ýmsu og í þessum vexti í fiskeldi þá hefur það svo sannlega gerst. Þannig að það verið að reyna að setja eftir á einhvers konar regluverk utanum. Sem bendir til þess að svona grundvallaratriði í þessu hvernig við nýtum auðlindirnar það var bara ekki upp á borði þegar að einhverju fóru að stunda þess aðtöngurinn og fengur til þess leyfi. Já, vantaði þetta og þú farið þetta bara og svo bara kemur allt inn miklu seinni ljósi að býta þetta getur orðið svolítið svona stórt og þá þurfum við kannski að hafa eitthvað regluverk og það regluverk ætti náttúrulega að byggja á einhverju svona samfélagssáttmála hvernig við nýtum auðlindir okkar. Já. En sorry, hann bara ekki til. Og það hefur verið alveg rosalega mikil meðvirkni með þessum fyrirtækjum í fiskeldinum. Til dæmis þá get ég nefnt það að nú man ég ekki hvað það var en Landvernd sem sagt kærði leyfisveitingu vegna þess að veitt var leyfi fyrir koparoxíði eftir á, það var farið að nota koparoxíð og svo maður bent á það ekki leyfi fyrir þessi koparoxíð, þá það leyfi veitt án umhverfismats og það og þar höfum við náð til sem sagt ESA dómstólsins og það verið að fjalla það mál ennþá, þetta tekur allt svo ótrúlega langan tíma en við erum bara þessi leyfi hafa verið veitt svo á að skoða hvernig ætlum við að haga þessum leyfisveitingum, hvernig ætlum við að haga því ef fólk brýtur af sér við iðnaðinn og það bara bæði mjög veikt, það eiginlega gæti næst í sleppt því og það svo erfitt að komast á þann stað þar sem einhverjar skerðingar fara að eiga sér stað í þessu nýja frumvarpi. Þetta hefur tekið breytingum við bentum á það í fyrir umsögnum að það vantaði svona til dæmis ef of margir fiskar deyja að því að það eru töluvert mikil afföll í þessum geira að ef hann verður of mikill að það séu einhverjar þá skerðingar tímabundnar á framleiðslunni næst þannig að það séu raunverulega einhverjar afleiðingar ef farið mjög illa með þennan farið bara illa með laxinn bæði og auðlindina en það einhverjar skerðingar en það mjög erfitt, ég man ekki hvort það var 18 tímabil í röð sem þarf að brjóta þessi lög til þess að það komi til einhverja skerðinga þannig að það greinilega mjög mikil ítök þarna hjá hagsmunaaðilum í þessu frumvarpi. Maður sér það þegar frumvörp breytast svona á leiðinni að þau eru á einhvern hátt í byrjun
svo breytast þau leiðinni að fyrir því ástæður og það breytast í áttina til þess að styrkja enn betur hag fyrirtækjana. Já. Það var sjálft sem að fyrir hinn áttina. Það á því miður og það hefur gerst þarna og þess vegna náttúruverndar hreyfingin virkilega ósátt með þetta frumvarp og bara að það má ekki verða lögum í núverandi mynd. Reyndin svo að reglurnar eru innan þess ramma sem að fyrirtækin treysta þess að vinna innan. Það ekki þannig að ef þú ætlar að koma inn í innaðinn að þá starfar innan þeirra regla sem að stjórnvöld setja, af því að það eins og reglurnar, það bara færast til og það innan þess ramma sem að fyrirtæki setja sig við. Já, allavega hafa áhrif á það ég veit nú ekki hvað þau setja sig við eða hvað rammin þeirra en það allavega breytingi í þá átt. Og í upphafi hún ekki mjög þröngur rammin, þannig að þannig að fyrirtæki byrja að starfa. En það oft líka bara óskýrt í byrjun. Já, það óskýrt í byrjun og fyrirtæki byrja að starfa. Af því það verið að vinna frumvarpið, það verið að segja við ætlum að gera eitthvað svona í þessa átt og svona þetta komið fullt athugasemdum og það bara eðlilegt að svona frumvarp fái að þróast með aðkomu almennings og við höfum líka séð mjög mikið af því hjá Landvernd og örugglega bara margir fleiri en við að við sendum inn umsögn og svo bara næsta tilbúið daginn eftir og þá spyr maður sig hversu vel var þessi umsögn lesin og það náttúrulega alltaf skilafrestir og til dæmis Landvernd skilar oft svona tiltölulega seint vegna þess að ég þarf að bæði skrifa og svo þarf ég að bera undir heila stjórn og það tekur tíma og svo skila maður kannski þegar skilafresturinn að renna út og daginn eftir þá næstu drög. Það þetta sýndarsamráð eða sýndar. Já, og maður svona hefur ekki tilfinningun að það sé alltaf tekið tillit til sem sagt þessara athugasemda en þarna hefur greinilega verið tekið tillit til ýmsa athugasemda en ekki sem sagt þetta verðist ekki að vera svona fyrst og fremst náttúrunni í hag þarna bara mjög veikt regluverk smíðað í kringum þennan iðnað og það bara óviðunandi. Já. Sagan kannski svo að fyrirtæki byrja starfsemi og svo við verðum að setja okkur reglur utan þetta og þá voru þær settar utan þetta en þannig að það má ekki þrengja að starfseminni sem að fyrir má ekki vera íþyngjandi í reglur sem settar og það búið til sett inn í samráðsgáttina og svo víkkar það meira svo umfram það á leiðinni og þá ég að velta fyrir mér að þarna augljóslega sterk öfl sem hafa áhrif á ríkisvaldið hvernig reglurnar eru settar í samfélaginu. En á móti eru veik öfl sem að telja sig vera að gæta hagsmuna almennings, náttúrunar, framtíðarinnar. Já, en náttúrulega það eru ekki veik öfl sem að eiga að vera að gæta hagsmuna framtíðarinnar, náttúrunar, almennings. Það eru kjörnu fulltrúarnir sjálfur sem að eiga. Þeir eru meira og minna að þjóna fyrirtækjum og atvinnuuppbyggingu og öðru slíku, telja það sem vera sitt hlutverk. Já, allavega með við þessi frumvörp sem að koma að þannig verið að setja regluverk fyrir almenning en svo það svo veikt að það nær ekki markmiðum sínum í að vernda firðina og gera þessa auðlind sem að hreint streymi sjávar og svo eru lífríki á botninum og það auðlindin sem sótt í fjörðunum og í almannaeigu en þá til dæmis verið að veita ótímabundin leyfi og það eiginlega fáránlegt og það kemur okkur mjög óvart að það sé sett fram í þessu frumvarpi þannig að þessir kjörnu fulltrúar eru ekki að gæta hagsmuna almennings eins og það eiga að vera að gera. En svo þá koma svona almenningssamtök, þriðji geirinn inn í, þau eru náttúrulega Landvernd svona almanna hreyfing með tæpa 6.000 meðlimi og og gætum þá sem sagt hagsmuna almennings og náttúrunnar. Já, líklega miklu öflugra lýðræðisleg heild heldur en sumir af flokkunum sem sitt á þingi sem lítið annað fórustan og eitthvað klikka kringu þá. Þess vegna ég hér en ekki þar. Ég hef mikla trú á þessu
á þörf þessa það er samt ekki skrítið við það ef almenna hagsmunirnir séu utan hins formlega lýðræðisvettvangs að eina leiðin til þess að koma almenningshagsmunum í gegn sé að reyna að hafa áhrif á hið formlega lýðræðislega vettvangs sem að meir og minna telur sig að þjóna fyrirtækjum og... Já, ég er alveg sammála því. Það er eitthvað skrítið. Það er en það hefur nú ekkert alltaf verið þannig, það hafa og það er alveg, og svo þetta er fólki í pólitíkin með mismunandi sín og hvað eru hagsmunir almennings og færa rök fyrir því á mismunandi hátt, en ég sé það allavega á, ef við horfum bara á verkin, eins og þetta frumvarp sem kemur fram, að þarna eru hagsmunir almennings og náttúru ekki hafðir að leiðaljósi og þá er það okkar hlutverk að benda á það, en og það er mjög sorglegt og þess þurfi. Ég væri alveg meira en til í að verja tíma landverndar í margt annað en að bregðast við frumvörpum og skipulags áformum og en það fer ofbáslega mikil tími í það vegna þess að það mætti gera betur svo virkilega víða, en þetta er okkar hlutverk að mörguleiti líka fræðsla og svona uppliftandi verkefni eins og grænfónin sem er okkar stærsta verkefni, þannig að ég var alveg til að verja meiri tíma í það. Það er ekki alltaf í vörn og bregðast við, en þessu tilfelli ákvörðunum ráðherravarki og það vil svo til að þarna eru bara 3 ráðherrar upp á sama þræði, þetta er búið til af Svandísi, sett inn á þing af Katrínu og mælt fyrir þessu af Bjarkey. Einu sinni menn hafa svona sagt að kannski hægri menn frekar að landvernd sé svona pólitísk eða svona einn af örmum VG hreyfingarinnar. Ég hef heyrt það oft, en það er alveg af og frá. En það ég segi það, en það er samt kannski enn skrýtnara að þurfa að verjast ákvörðunum þess flokks sem hefur þó viljað, ímyndarlega kannski, frekar enn í verki, viljað tengjast ykkar málstað meira en aðrir. Já, það hefur náttúrulega eitthvað fólk skipt vinnur þarna, framkvæmdastjórar fram og tilbaka, en það hefur verið alveg þannig að þegar fólk skiptir vinnu að þá skiptir það vinnu og það er engin í engin svona svoleiðis tengsl, en þetta náttúrulega er flokkur sem hefur gefið sér út fyrir að vera grænn og þar að leiðandi oft kannski sama fólkið með svipar hugsjónir, en það er ekkert... Það hefur reynt á það samlífi undanfarin ár. Já, en ég held að það myndu að Vinstri græn myndu nú seint segja að við værum, þeim finnst við örugglega ekki styðja nú vel við þau til þess að vera eitthvað konar undir flokkurinn sem við gagnrýnum þau mikið og gerum það í þessu frumvarpi. En þetta er bara já, ég held að það sé bara eðlilegt að fólk skipti vettvang og landvernd er vettvangur fyrir fólk sem brennur fyrir umhverfismálum og hjá landvernd er fólk sem brennur fyrir umhverfismálum og það stjórnar algjörlega fyrir þeirri vinnu og það fer ekkert milli mála. Nú gæti verið að við lifðum í landi. Já. Það sem það verið bara almennt talið að til þess að byggja hér gott samfélag, að þá væri best að láta sem mest eftir þeim sem eru að stofna fyrirtæki, hefja eitthvað nýjan rekstur eða þeim sem eru búin að koma sér fyrir, að það sé bara best að fyrirtækin að svona stjórnsýslan og ríkisvaldið styðji fyrirtækin. Já. Því að þar eru bestu ákvarðanir teknar. Þú ert síðan bara eitthvað sem er að stoppa framþróunina. Já, það er... Ef ég skoða söguna, hvernig lög eru sett, þá er það sett í þessum anda að það sé eiginlega best að lögin séu þannig að fyrirtækinu líði vel. Já. Og þú eru bara sett að það. Sko, ég held að fyrirtæki og nýsköpun eru ofboðslega mikilvægur þáttur í framþróun og það fer ekkert milli mála, en hins vegar þá er það þessi ofboðslegi vöxtur sem á að vera í öllu á þessari takmörkuðu plánetu sem að gengur ekki upp og það er á ábyrgð ríkisvaldsins að setja þessum fyrirtækjum einhverjar skorður og það og það er einmitt svo áhugavert við umhverfismálin að einu sinni voru umhverfismál
svona alveg bara sér mál. Það var bara spurningum að tína rusl og að flokka og og bara svona kannski eitthvað sem að fólk gætt svolítið svona vernda náttúru, perlur og græða land og svona, en núna umhverfismál orðin svo ótrúlega alltumlíkjandi að þau verða alltaf sko pólitískari og meira vegna þess að þetta snýst líka um jöfnuð, þetta snýst það hvernig við deilum auðlindinni á milli fólks og það ég man ekki hvort það 8% af fólki í heiminum sem flýgur og og svo öll þessi mengun eða allir þessi losun koltvíoxíðs frá flugvélum, þetta auðvitað mikið jafna málalöfu að fá allan heiminn til þess að allt mannkinn til þess að fljúga jafn mikið og þessi 8%. Það gengur ekki upp. Að kerfisbreytinga þörf. Það alveg snúið en það líka spennandi að vera í umhverfisbaráttu. En ég held að hún það vel hægt að vera með öflugan frjálsan markað og vera síðan líka í umhverfisvernd en það þarf að setja því einhverju skorður vegna þess að vöxturinn endalausi Þá það ekki frjáls markaður myndu einhverju segja að þú búin að setja svo mikla skorður Já, búin að setja of mikla skorður, það skorður við erum með lög í landinu, þú mátt ekki gera hvað sem og það ekkert að fara að breytast, það að koma að Evrópu regluverk til okkar bara á Þannig frjálsmarkaður ekki til og ekki æskilur. Það reglur sem að settar utan mann. Já, það einhverjar reglur, það alltaf reglur. Ég geti eitt smá tími að segja sko markaðurinn ekki frjáls því að það drottna fáir stórir yfir honum og þeir stýra honum. Þannig að valið eiginlega það hvort að stóru aðilarnir sem mesta fjármagni stýri markaðnum eða að almenningur setja honum einhverju mörk. Já, ég meina misskipting auðs líka umhverfismál í mínum huga en mér finnst alveg vera kraftur í því að vera í sko umhverfisvernd og geta þá fengið sko öll svona pólitísk sjónarmið með og og það örugglega til fullt af fólki sem ekki sammála mér í í því en í mínum huga þetta alveg ljóst en svo hvernig á að bregðast við því og og þetta hefur verið rosalega svona já, ég held að fólk hafi verið pínlítið hrætt við að tala í þessa átt en það svo ofboðslega fá prósent af mannkyni sem valda svo ofboðslega mikið af umhverfisspjöllum að að það alveg skýrt að það ekki sjálfbært að keyra samfélagið þannig og að keyra á þessum endalausa vexti. Þannig að 8% verða að draga saman sína neyslu. Já. Því að heiminum myndi tortímast ef allir tæki upp þeirra neyslu. Og breyta sinni neyslu. Hinn kosturinn það að 8% verji bara sína neyslu og gæti þess að hinn komið í hana. Það svolítið það sem í gangi en það ekkert bara spurningum að minnka neyslu, það einhverju leyti, en líka breytinni. Að því að sko línulegt hagkerfi þar sem við tökum bara auðlind, notum hann á hendum henni, urðum og brennum það mjög óumhverfisvænt en ef við einbeitum okkur meira því að gera við og deila meira svona, eins og bara hopphjólin eða hvað það sem að við deilum á milli okkar þannig að sem flestir fái að njóta framþróunar það það bara breyting í neysluminstri og það mun minnka einhverju leyti neyslu en ég held líka að það auki lífsþægindi ef að rétt haldið á spöðunum. Það hefur nú gerst sko að kannski fyrir 300 árum var Frakklandskonungur eini maðurinn sem átti rakara en núna deilum við rökurum og hörgustufólki. Þannig að þetta gamalt triks sem hefur verið til þess að bæta lífsgæði fólks og dæmið sig kannski ekkert sérlega gott. Herðu, en að þið erum að tala svona baráttuna í samfélaginu og landvernd og þú ert að segja að þetta eru 6.000 manna samtök sem að hafa
tiltekin baráttumál og tiltekna stefnu og þar þessi gætt að það sé ekki sundrung í stefnunni, þannig að hún þarf að vera eitthvað þannig að öllum 6.000 geti fallist á að fara þessa leið, þó svo að aðrir geti síðan verið að berjast fyrir að fara eitthvað enn lengra í einhverjum öðrum vettvangi eða eitthvað slíkt og aðrir að berjast fyrir öðrum málum eitthvað annars. En inni í, að því að landvernd á Íslandi, grunnurinn er svona náttúruvernd og það er til dæmis að vera berjast gegn virkjunum og spillingu náttúru, ekki gæða, heldur perla, svona náttúru perla. Svona rætunar eru þar. En þegar við komin í lofslagsmálinu, þá kemur svona annars konar sjónarmið sem er eiginlega baráttan gegn jarðefnis eldsneyti. Og þá koma sjónarmið að virkjun á Íslandi sem að mengar minna getur verið gott skref. Já, og er landvernd að ég myndi reikna með því að það væri svona smá umbreytingatími þar sem að sko loftslagsmálin koma inn og finna leið til þess að þau séu í góður í sátt við landverndarsjónarmiðin? Ég náttúrulega kem inn í landvernd úr loftslagsbaráttunni og í mínum huga er þetta alls ekki einhverjir 2 pólar sem takast á. Þetta er ekki 2 pólar, þetta er svona öðruvísi sjónarhorn. Og það sem ég hef bent á í mínum umræðum og greinum orkumál er að frekari orkuöflun, hún bara fer alls ekki sjálfkrafa í þessi orkuskipti. Og þá erum við komin aftur í að tala þennan endalausa vöxt að þá bara, almenningur nota svo ótrúlega lítinn part af orkunni og mér segja orkuskipti á landi, bílar og svona, þetta er pínlítill hluti. Orkuskiptin sem eru hvað orkufrekust eru flugvélar og skip og tæknin er enn komin frekar skammt á veg hvað það varðar. Þannig ég held að við séum komin rosalega fram úr okkur ef að svarið er aukin orkuöflun punktur. Af því að innviðirnir eru ekki til staðar til þess að fara í orkuskiptin, við erum að sjá samdrátt í kaupum á rafbílum, við erum ekki að sjá einhverja mjög hraða uppbyggingu í almenningssamgöngum sem að nota rafmagn. Þetta eru svona þessi innviðir sem að þarf að byggja upp. Alls ekki, borgarbrautir að verða bara eins og Sundabraut, þetta er bara eitthvað svona eilífðarmál sem vellur í kerfinu og ekkert gerist. Og þannig að ég er alveg bara, ég vil helst tala orkuskiptin sem að við getum gert núna strax og varandi framtíð orkumála þá vil ég líka benda á hvað við erum að nota orkuna á fáránlegan hátt í rauninni. Það eru 6 fyrirtæki sem kaupa 80% af orkunni og og bara daginn þá voru auglýst einhver, man ekki hvort voru 150 megawatt til sölu sem að Norðurál er að nota. Nú man ekki hvað var mikið, mér 150 hljóma svo mikið, en með það er sem minnir. En þannig að það er svona að benda á hvernig við notum orkuna, hvernig við notum dreifikerfið núna. Dreifikerfið það er verið að byggja það upp og það eru svona stopp á nokkrum stöðum þar sem að orka nýtist ekki, hún skila sér ekki á suðvesturhornið frá Austurlandi og þá eru kannski komin gagnaver þar sem að verða ekki að eilífu. Þau gera svona skammtíma samninga að miklu leyti. Þannig að þetta er spurning svo margt annað heldur en beinlínis öflun orku. En það sagt þá hefur landvernd ekki verið með eitthvað svona virkjana stopp umræðum. Við höfum verið að benda á að það hefur ekki verið það hefur verið mjög erfitt að koma nýjum virkjunum á og þá er of bent á landvernd og sagt það er ykkur að kenna þegar það virðist vera bara mikil andstæð í sveitastjórnunum, hjá landeigundum vegna þess að við erum kannski búin að nota svolítið hagkvæmustu kostina í vatnsaflinu. Og svo er afstaða samfélagsins að breytast, þannig að þrengist alltaf að
ef þú eru sagt virkjun 1965 þá hefur allir hrópa húra. Já, og það hefur verið að breytast og og Landvernd hefur skoðað þá kosti sem að reynt hefur verið að ýta í gegn og það hefur bara komið í ljós og sumir hafa brotið lög, ekki hefur verið nægilega rökstuddir almannahagsmunir að baki sumra, þannig að það eru auðvitað ber öllum að fara að lögum að umhverfisvernd og það er ekki umhverfisverndarsamtaka ábyrgð umhverfisverndarsamtaka þegar stoppaðir eru framkvæmdir sem að ekki gera það. En við byrjum að tala þarna hvernig regluverki kemur eftir á eitthvað svona villta vestur í fiskeldi og svo á regluveldi raunverulega bara þjóna áframhaldandi vexti. Einhver leyti erum við í svona kaflaskiptum í umræðum umhverfismál að því að það var komið svona fyrirkomulag sem að hafði verið sett en nú eru margir sem að vilja láta reyna á það. Það er komið í stefnu margra flokka. Samfylkingin var að samþykkja svona breytingar á sinni stefnu og villi fá 5 terabæt, ég held að við sem eitthvað 21 terabæt terawatt stundir, já. Ég er ekki góður í þessum mæleiningum hann en þetta er svo háar tölur að ég er ekki heila í þær. En þetta er svona næstu því 20-25% aukning á til dæmis komin tíma. Og þú þekkir umræðina frá Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og sumuleyti frá Framsóknarflokknum, svona einhver leyti, sem er þá hugmyndin það að hérna vorum við regluverk sem að kannski geta einhver orðað sem svona þjónaði væntingum okkar og hugmyndum hérna fyrir 25 árum. En hvað er þetta langur tími? Þú voru afsakið, ég er ekki búin að kynna mér nóg vel þessi stefnu samfylkingarinn. Bara mjög skömmum tíma, bara náinn í framtíð, sko. Síðustu 10 árum hafa bæst 2,2 teravarstundir við. Ég held þess að tala bara næstu 10 árin eitthvað lýs. Þetta er fyrsta verkefnið, þetta er næsta verkefnið, næsti áfangi, svo bara höldum við áfram. Það sem ég er að velta fyrir mér, að nú er viljið til þess að losa regluverki sem fyrirvarar. Það kemur líka einföldun eins og heitir. Því það er einhverju sem vilja fara að virkja og þeim finnst bara regluverki til trafala. Þannig að við verðum að opna þetta kæru stjórnvöld. Við verðum að fá að geta. Þannig þá er ég að velta fyrir mig hvort að við séum að lenda í svona virkjunum í sama ástandinu og var kannski í fiskeldinu, þar sem eru bara margir sem að ætla að fara þarna inn og græða, bara bönns og vilja bara komast að og þá hlaupa stjórnvöld til og fella burtu reglur sem að kannski í orðana hljóðan fyrir 20 árum, 30 árum var látið líta svo út að venda almannahagsmuni og umhverfið og framtíðina. En þegar að, nei, nú er eitthvað gæi sem vil fara að græða á þessu og þá verðum við bara að breyta þessu. Þetta er sett fram í nafni loftslagsmála og það er held ég svona ástæðan fyrir því að almenningur kannski er meira tilbúin en það sem ég hef samt heyrt frá flestum er að það er að einfalda regluverk en það er samt alltaf að vera faglegt. En við erum auðvitað, ég hef ekki séð nákvæmlega hvað á að einfalda og við erum bara mjög uggandi yfir því að það eigi að einfalda á kostnað faglegra vinnubragða sem að er slæmt, mjög slæmt. En sko fólk hefur talað það sé að senda inn sömu gögnin á mismunandi formati á 4 mismunandi staði og eitthvað svona að einfalda eitthvað svoleiðis regluverk er auðvitað ef það er hægt þá er það bara flott og Orkustofnun hefur mætti örugglega að vera með fleira starfsfólk og afgreiða hluti þannig hraðar ég veit það ekki, en ég er ekki viss Þetta er gert í nafni loftslagsmála en að því að þú varst að tala það ef við verum að horfa á ástandi út frá loftslagsmálum að þú sagðir landvernd er ekki almennt bara mótið eða ekkert virkjanastopp ekki sísta virkjanin er ekki komin en til þess að fara að ræða frekari virkjanir þá viljum við ræða nýtinguna við viljum ræða dreifinguna og annað slíkt en það er ekkert verið að gera það Sumir er að ræða það en nei, mér finnst þetta vera komið út í mjög svona hættulega einföldun þegar talað að aukin orkuöflun muni sé sjálfkrafa loftslags lausn
að því að síðan sjáum við bara hvert salan hefur farið í síðustu 10 árum, það hefur farið í landeldi og það hefur farið í gagnaver og þá spurt, já, það á móti landeldi, það móti gagnaveri, menn það sko, hver stefna stjórnvalda í þessu, að því að ef það alltaf hægt að benda á einhverja fjarlæga þörf í framtíðinni þegar tæknin til þess að nota rafeldsneyti á flugvélar, á skip verður komin á land að við getum farið að setja inn í gagnið og við erum bara búin að selja orkuna eitthvað annað. Þá verður alltaf þetta sama ákall frekara orkuöflun og það það sem við erum að svona reyna að benda á, en það stjórnvöldi eru ekki að hugsa svona langt fram í tíman, finnst mér, og þetta svona svolítið ofur einföldun á þessu ástandi. Það segir af hverju. Stefna stjórnvalda að ýta undir fyrirtækin. Já, og fá kjörin eftir 4 ár eða 2 ár. Og þau hafa trú á því að fyrirtæki muni færa okkur hina góðu framtíð. Þau hafa ekki trú á því að þessi stjórnvalda að ákveða hvernig framtíðin okkar eigi að vera. Þess vegna hafa þau enga stefnu aðra en það að þjóna fyrirtækjum. Ég held að við búum bara í þenni heimi, sko. Ég einhvers staðar, kannski voru stjórnmálin alltaf þarna, kannski mistu við þarna bara. Já. En bara, sorry. Það er mjög góð pæling hvort að það hafi eitthvað tíman verið stjórnvöld sem að starfa í almanna þá fyrst og fremst. Eins og það var atvinnuuppbygging skilgreind sem hluti af almanna við að þjóna almannahag, en það var þá til dæmis Landsvirkjun ríkisfyrirtæki sem byggt upp. Já. Hitaveitan voru félagsleg rekstur. Lengi var stærsti hlutin af öllum útgerðarfélögum var í félagslegum rekstri, sveitafélaga og samvinnufélaga og annað slíkt. Þannig að einu sinni var atvinnuuppbyggingin og svona almanna samtök. Já. En ég meina atvinnuuppbygging alveg líka góð. Þetta fullt af fyrirtækjum sem bara leggja sig fram við að gera vel og en það stjórnvalda að setja að stjórna og setja skorður og ákveða stefnu, en þess að ef það engin stefna ákveðin þá bara stefnu leysi. Ég ekki viss að stjórnvöld taki í þannig, sko. Við getum tekið bara mál eins og húsnæðismálin, sko. Við erum búin að vera í húsnæðiskreppu hér í 2 áratugi og það bara ekkert að frétta, sko. Já. Það bara því að ég held að þeir stjórnvöld ætla að bíða eftir því að þeir sem ætla að fara að græða á húsnæðisuppbyggingu fara að drífa sig í gang. Þeir trúa því að eina sem að muni gerast að það sé ykkur sem að vilja græða á þessu. Já. Þeir eru að trúa frjálsa markanum. Já, en ég á því að stjórnvöldi stjórna og móta stefnu. Þá ætti náttúrulega stjórnmálin að snúast það, svona hvernig samfélagi viljum við hafa hér eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár, 40 ár. Já, og ég held að stjórnmálin snúist alveg það einhverju leyti. Þangað til allt í henni kemur. Já, svo koma bara svona frumvörp þar sem að það greinilega mikil ítök og hagsmuna gæsla í gangi og það er pirrandi að sjá það. Alþingi nánast kom saman til þess að laga umgjörðina í kringum fiskeldi á Vestfjörðum fyrir ekki svo löngu síðan. Já, og það kom svört skýrsla frá Ríkisendurskoðun þetta regluverk og svo tala slysasleppingar þegar það stóð þarna fyrir. Þetta bara ekki nógu vel vaktað og það var alveg fyrir síðan það koma upp svona slys og þegar með svona margar kvíar út allt að þá það óhjákvæmilegt, en þá spurning hvernig ætlum við að reyna að koma veg fyrir það með regluverki og hvernig ætlum við að fylgjast með því og bregðast við, og það var náttúrulega bara svona daldið, það var allir bara svo hissa. Má ég þá spyrja stefnunni landveitar varðandi strandeldi? Já. Það á strandeldi rétt af sér? Stjórn Landverndar hefur ályktað það að núna sé komið nóg í bili og við skulum reyna að koma regluverki og böndum á þennan iðnað sem nú þegar sem hefur vaxið ofboðslega hratt. En svo iðnaðurinn enn í vexti og það óhugnalegt á meðan við sjáum svona mikil áhrif
við sjáum þessar sleppingar og en við gerum okkur grein fyrir því að það eru byggðarlög þar sem að fá eitthvað auki líf út af þessum iðnaði. Svo reyndar mikið af þeim fólk sem erlendis frá og kannski býr ekki hér til lengri tíma, þannig að það má alveg spyrja sig hvernig samfélag þetta byggir upp, en á meðan ekki hægt að koma með einhverja töfra lausnir við því, þá held ég að það sé mjög óábyrgt að vera alfarið að segja við skulum bara loka þessu öllu á morgun, en ég held að það sé alveg til leiðir til þess að vera með almennilega byggðastefnu á Íslandi, og við getum tekið nýsköpunarsjóð sem dæmi, nýsköpunarsjóð ríkisins sem að hefur verið að veita styrki til nýsköpunar. Af hverju hann ekki með einhverja stefnu að styrkja við nýsköpun á landsbyggðinni? Ég tala orkusjóð, það eru svo margir svona styrki sem fara miklu leyti til fyrirtækja sem nú þegar mjög stór. Ísfélagið og Samherji fengust þessu styrki með orkusjóðu sérst. Og jafnvel borga sér arð. Við styrktum þau til þess að auka einn arðgreiðslu til sín. Já, það er allavega það vantar alveg, ég var alveg til að sjá þessar styrkveitingar styðja við nýsköpun og byggð út á landi til dæmis, en ég held að það sé ekki ráðlegt að stækka fiskeldis iðnaðinn, að núna segjum að það sé komið gott, við skulum koma böndum á þetta. Það er augljóst að við höfum ekki tök á þessu, við höfum nátökum á þessu, og ef við erum búin að ná tökum á þessu þá getum við skoða hvort við ætlum að fjölga þessu. Það verður afstæðan. En þú vísar í svona byggðasjóna með eitthvað fleira. Spilar það inn í afstöðu landverndar að stóru leyti þetta í eigu norskra aðila? Þannig að arðurinn af þessum rekstri, hann bara fer eitthvað langt út úr samfélaginu og skipti það máli? Var þetta öðruvísi ef þetta væri bæjarútgerð Patreksfjarðar sem ætti þarna hérinn? Það náttúrulega skipti máli að því leitinu til að við getum hort til Noregs og hvað hefur gerst í fiskeldinu þar. Af hverju er fyrirtæki í norskri eigu að leita hingað? Það var sett gjaldar og við gefum. Það sem kostar í Noregi er ókeypis sér. En það er ekki... Nei, ég myndi ekki segja að það hafi mikil áhrif á afstöðu landverndar hver á í hlut. Þetta snýst fyrst og fremst auðlindanýtinguna, náttúruna og hvernig komið fram við hana og hvernig... Það er ekki svona sjálfbærni samfélaga. Það er ekki svona mér sem að þið... Við höfum ekki tekið það að miklu leyti, en ég meina, ég segi það samt að þarna koma inn mikið af vinnu afli sem að jafnvel býr bara hlutur ári eða svona og kemur ekki með fjölskyldur sínar með sér, og það náttúrulega það tengist þessari uppbyggingu samfélagi og og líka það ákvarðanir uppbyggingu þessar rekstrar eru teknar einhvern allt annars þar enn í samfélaginu. Það hlýtur að vera hluti af sjálfbærni samfélagi að samfélagin sjálf taki ábyrgð framtíðina. Sjálfbærni náttúrulega hefur 3 stoðir og ein þeirra er samfélagið. Þetta snýst og þess að segja umhverfismál eru orðin svo alltumlíkjandi og það er farið að vera umhverfismál svo margt er orðið umhverfismál sem kannski varða ekki í almennri umræðu, en síðan að því að landvernd er að flytja og ég er búin að vera að grafa upp gamlar kennslubækur og eitthvað sem að landvernd gaf út og þá er talað þess að sömu hluti kannski í 40 ára gömlum bókum, þannig að það sem maður heldur kannski sé nýstárlegt er það ekki endilega, en þetta er svona, ég held að segja reyðja sig til rúms umhverfis umræða sem er töluvert víðtækari og pólitískari hún hefur verið. Ég held að það sé gott, en það er alveg áskorun fyrir samtök eins og landvernd sem eru fyrir alla og starfa með allir pólitíska litrófinu. Þannig að það er alveg áskorun, en þá er bara mikilvægt að færa rauk fyrir máli sínu, fara í málefnin og og láta svona persónur og leikendur kannski liggja eins milli hluta. Fiskeldi, það er íbúum á jörðinni að fjölga. Já. Og
fiskeldi eitt af því sem að eykur mikil vöxtur í því. Það er ekki vöxtur í veiði villtra fiskistofna síðan svo. Þannig að fiskeldi bara fyrir löngu komið fram úr veiðunum í framleiðslu á próteinum eða hvernig mælingarnar eru. Þið eru ekki á móti fiskeldi. Fyrst eru ekki eins og á móti strandeldi, þannig að þið eru fylgjandi landeldi. Já, ég meina það, landeldi er nú töluvert skárra en fiskeldi hvað varðar þessi áhrif og miklu minni líkur á þessum að þannig fari eldislaxar út í umhverfið og stundum sleppa bara, þúsundir laxa og svo veit ekki hvert fóru að því að sjórinn er svo stór og þeir fóru bara eitthvað. Hvert fóru þeir, hvað áhrif hafa þeir, við bara hreinlega vitum það ekki. Það er náttúrulega risastór tilraun í gangi. Það er hryggilegt og ég er svo sem ekkert á því að landvind sé svona eitthvað hlint fiskeldi, það er bara það er komið þarna og við skulum reyna að ná böndum á það áður en að það áður en við hugsum eitthvað lengra með það. En þú ert að tala um þá svona fæðuöflun fyrir heiminn og ég vil bara benda á það að í laxeldi þá fá fiskarnir soja að mestuleyti sem er ræktað í Suður Ameríku ég held og það er hæft til manneldis þannig að það verður raunverulega fæðutap. Það er svona vesen með soja því að soja er eiginlega sú jurt sem skilar mestum hitaeiningum per fermetra. Þetta er bara undarlegur jurt. En það er samt eiginlega engin menning sem borðar soja nema í gegnum einhver svona rosalega umbreytingaferli, búa til tófu úr því eða gera eitthvað við það því að það er eins og við séum ekki, ef við værum einhvern veginn góðið bara að borða sojað þá værum við löngu byrjuð á því Við borðum alveg stundum sojabunir svona edamamebunir það er mjög litlu magni en það er eitthvað margt í baunum er enda þannig að við getum ekki borðað það alveg óverkað það þarf að gangi gegnum einhvern prósess ekki mjög mikil verkun með það er eiginlega umbreytinga og þetta eru baunir sem verða eins og ostur þetta er alveg umbreyting ég er bara að benda á það að því að soja er töfrajurt og því hún framleiðir svo mikið og það hefur búið að vita lengi það var talað þú varst að tala fyrir svona 50-60 árum það var talað að þetta myndi leysa bara fæðuþörf heimsins það bara hefur ekki almennilega orðið þannig að það er alltaf verið að reyna að koma soja í gegnum einhvern ferli meðal hans í gegnum lax en það er alveg hægt að borða soja og baunir og ef að markmiðið er að mæta þörfum heimsins með þess að minnstum kostnaði fyrir náttúruna þá er það að borða soja beint þannig að fyrir mér er lax og nautakjöt og hvað það er sem borðar soja prótein og það tapast raunverulega prótein af því að það sem borða þetta eru lúxusvörur og eru ekki lausn við því að mæta þörfum alls heimsins. Þannig að þið setjið spurningamerki við þetta og náttúrulega enn frekar nautgriparæktun eins og hún er til þessi í Bandaríkjunum sem er enn meiri svona sóun. Þetta er lúxusvara og þetta er ekki, það á að koma fram við vöruna sem slíka. Þetta er lúxusvara sem veldur stórkostlegum skaða í umhverfinu. Nautgriparæktun í Bandaríkjunum er bara horror. Þannig að það er bara þessi gigantíski vöxtur á öllu sem er mér mikið áhyggjuefni og landvernd hefur tekið svona gældi varhug við að það er ekki sjálfsagt að af því að einhvað er gert á eitthvað hátt eins og landeldi að það sé skárra en eitt og þá sé bara eigi það að margfaldast í framleiðslu á örfáum árum. Það er bara alltaf varhugavert að og hvað þá ef að það er ekki einu svona að borga fyrir auðlindirnar sem að það notar. Svona hefur nú Ísland verið. Það er einu sinni var þetta síldin og einu sinni var þetta loðdýrarækt. Nú er þetta túristanir og svo fiskeldi. Það er alltaf svona einhver ein lausn sem á að leysa allt og þá bara keirist samfélagið því að keira eitthvað upp. Já.
Það svona stemmingin. Þess vegna eitthvað við kannski smá tíma í því að tala það svona hvernig ákvarðanir eru teknar hérna. Einmitt. Það eru oft teknar einmitt. Þetta eftir á, svolítið mikið. Eftir á og það eru þeir sem eru með svona til dæmis einfaldar lausnir sem að fá mesta rýmið. Já. Herðu, eitt sem að varðandi þetta frumvarp. Af því að það sem veigamesta breytingi sem verður frá því það fer inn í samráðsgáttina og þangað til að Katrín Jakobsdóttir situr inn í þing og Bjarkey mælir fyrir því, að það komið þessi ótímabundna leyfisveiting. Það að þau fá kvótan til eilífðar. Ég heyrði formann atvinnuveganefndar í þinginu tala að það væri svona eiginlega ekkert sérstakur vilji í þinginu að standa við þetta. Það var svona að gefa í það að líklega þetta slegið af. Ég veit ekki hvað þetta marka leggja í það. Gæti verið að þetta komið þarna inn eiginlega bara til þess að draga athygline að þessu deilumáli. Þannig að við séum ekki að ræða kannski, ég býst við að í athugasemdum ykkar í samráðsgáttinni hafi verið töluverðar athugasemdir. Og það var áður að þetta kemur inn. Já. Og þær athugasemdir eru ekki umræðinni núna, vegna þess að við erum að ræða Já, innan sem slíkan Já, leifið til eilífðar. Já. Það er stort verkefni að skrifa næstu athugasemdir og það er bara framundan. Ég er bara því miður man ekki utan að allar þær athugasemdir sem frá okkur fara, en ég man nú alveg eftir því inn á samráðsgáttinni það var rætt það var nú ekki að ósvipuð með því, það var rætt mikið hvaða skorður eigi að setja á hverja viðurlögin, eða þú sér það að það er að lagseldið virðist hafa þarna brotið eftirlitsskyldu sína, það er kært til lögreglu og lögreglan ákveður að fjalla ekkert það og það er kært og þá fær sami lögreglumaður sem sagt málið aftur og maður hugsar, er eitthvað að fara að gerast, segjum við séum hérna komið með einhver lög þar sem er sagt þetta má ekki þetta og þetta að meðan eftirlitsstofnanir hafi ekki burði til þess að sinna almennilegu eftirliti og svo ef eftirlitið er ekki nógu gott og það kemur eitthvað upp á og það kemur í ljós þegar áttu að vera búin að tilkynna þetta og hitt eða mann ekki 100% en að það gerist ekki neitt. Það var svona það sem okkar komment voru hvað helst og mér sýnist þau fara að vera mjög svipuð með því áfram og svo bætist þetta við með auðlinda með ótímabundnu nótkunnina. Þannig að athugasemdir ykkar frá því á fyrri stigum í fullu gildi því það var ekki tekið neitt til því. Já, það er oft kveðstef, við getum bara nota það sömu umsögnir og kannski komið fyrir áður og vísað í þær. Það er mjög algengt. Herðu, Þorgerður, gaman að fá þig að ræða umhverfismál. Já, takk fyrir alls konar samhengi. Takk. Herðu, við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.